Efling hefur sagt upp kjarasamningi rúmlega 2000 félagsmanna sem starfa á hjúkrunarheimilum. Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu furða sig á fyrirvaralausu uppsögn. Fjármálaráðherra segir enga beina aðkomu ríkisins að samningum kennara við sveitarfélögin. Formaður Sambands sveitarfélaga telur ríkið aftur á móti áhugasamt að stíga þar inn í. Ísraelsher vanmat Hamas-samtökin árum saman fyrir innrásina 7. október og Suður-Ísrael var algjörlega berskjaldað. Þetta niðurstaða rannsóknar sem herinn stóð að og birti síðdegis. Ekki útilokað að stýrivextir verði lækkaðir 50 punkta í næsta mánuði að mati aðalhagfræðings Landsbankans. Verðbólga hefur ekki verið minni í 4 ár. Bolla með rósaldin sultu og appelsínubörk uppáhaldsbolla Pólverja sem halda upp á feitan fimmtudag í dag. Bakari í Reykjavík bakar 6000 pólskar bollur í tilefni dagsins. Komið sæl. Efling hefur sagt upp kjarasamningum starfsfólks á hjúkrunarheimilum. Samningar kennara höfðu ekki áhrif á þessa ákvörðun, segir formaður Eflingar. Efling sagði í morgun upp kjarasamningum 2300 starfsmanna á hjúkrunarheimilum frá og með 1. maí. Samninganefnd Eflingar félaga tilkynnti í morgun samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu, SFVAF, þessa ákvörðun og vísaði í forsendu ákvæði í kjarasamningi Eflingar og SFVAF sem gerður var í október til 4 ára. Í honum heimilt til að segja upp samningnum hafi ekki verið gerð tímasett áætlun hvernig ná skuli lágmarksmönnun á hjúkrunarheimilum fyrir 1. apríl. Slík áætlun hefur ekki verið gerð, segir formaður Eflingar. Við sáum enga ástæðu til þess að vera eitthvað að draga það að upplýsa okkar viðsemjendur sem og embætti ríkissáttasemjara þessa stöðu. Í stað áætlunar bætta mönnun á hjúkrunarheimilum skilaði starfshópur heilbrigðisráðuneytis, Sjúkratrygginga Íslands, SFVAF og Eflingar minnisblaði málið í síðustu viku sem Sólveig segir lítt nothæft. Bætt mönnun á hjúkrunarheimilum var meginmarkmið kjarasamningsins. Ástæðan fyrir ákvörðunum að segja upp samningnum var ekki gerð í ljósi kennarasamningana, segir Sólveig. Þeir hafa ekki áhrif á þessa ákvörðun. Þannig í raun tilviljun að ræða að þessir atburðir verða á sama tíma. Efling telur viðræður endurnýjun samningsins geta hafist án tafar. Öruggt sé að kjarabætur kennara muni hafa áhrif á kröfur Eflingar í nýjum samningum. Nú virðist vera komin ný launastefna hjá opinberum laungreiðendum. Það verið að semja þarna miklu hærri hækkanir en þær sem við sömdum Þarna að ræða það bil 24% sem samið hefur verið við kennara, meðan að í 4 ára samningnum sem við erum hér að ræða var þá hæsta hækkunin yfir samningstíman rúmlega 18%. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu furðar sig á að Efling hafi sagt samningunum upp fyrirvaralaust. Samtökin hafi fengið frest til 1. apríl til þess að klára áætlun mönnun á hjúkrunarheimilum og að sú vinna standi yfir. Hann segist harma þá stöðu sem upp sé komin. Þetta kom okkur töluvert á óvart, já. Sérstaklega í ljósi þess að í uppsögn Eflingar vísað í vinnu við að útbúa mönnuna viðmið fyrir hjúkrunarheimilin og áætlun hvernig eigi að ná þeim fram, og sú vinna stendur ennþá yfir og stærstu skrefin í henni ennþá eftir. Og okkur þykir frekar óæskilegt að það sé verið að myndast óvissa í kringum þessa gífurlega mikilvægu þjónustu sem að hjúkrunarheimilin eru. Þjónustu við marga viðkvæmustu og veikustu einstaklingum samfélagsins. Ríkið hefur enga beina aðkomu að nýjum kjarasamningi leik- og grunnskólakennara við sveitarfélögin. Launahækkanir framhaldsskólakennara rúmast innan þeirra marka sem gert hafði verið ráð fyrir. Rekstur leik- og grunnskóla langstærsti útgjaldaliður sveitarfélagana eða hátt í þriðjungur. Mörg þeir eru illa stödd fjárhagslega, skuldsett langt umfram tekjur og mun reynast erfitt að bæta sig þeim aukna kostnaði sem fylgir kjarasamningi kennara sem var skrifað undir á þriðjudag. Borgarstjóri sem einnig formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir óljóst hvernig sveitarfélögin fjármagni þessi auknu útgjöld. Viðræður sé við ríkið aðkomu. Ég finna að það mikill áhugi á þessu hjá ríkisstjórninni og þeir voru allavega með á teikniborðinu einhverja aðgerðir sem þau ætluðu að ráðast í samhliða þessum kjarasamningi. Hver aðkoma ríkisins að kjarasamningum leik- og grunnskólakennara sem sveitarfélögin gera?
Það engin bein aðkoma ríkisins. Ríkið lagði fram hugmyndir fyrir ferlinu ákveðna aðkomu sem sneri að hlutum eins og niðurgreiðslu námsgagna og öðru slíku. Framhaldsskólarnir á vegum ríkisins. Daði segir að verði nýju kjarasamninga framhaldsskólakennara samþykktir muni það kosta ríkið milljarð á ári. Þetta rúmast inn að þess ramma sem hafði verið ákveðin í bara almennum varasjóði. Uppnám varði kjaraviðræðum kennara í síðustu viku þegar sveitarfélögin höfnuðu tillögu ríkissáttasemjara sem meðal annars fólu sér uppsagnarákvæði sem kennara gátu virkjað færi svo að þeir teldu að ekki væri staðið við samninginn. En engar spurnir bárust aftur út af afstöðu ríkisins. Þegar höfnun sveitarfélagana lá fyrir þá sáum við ekki ástæðu til þess að taka afstöðu til tilboðsins. En hefði það ekki verið bara svona virðingu við framhaldsskólakennarana sem voru í verkfalli að þeir fengi að vita hver ykkar afstaða væri? Við getum sagt að hafi munað mjög miklu og kannski afstaða okkar hafi ekki verið eins hörð eins og sveitarfélagana. Hitt er annað mál að þetta forsendu ákvæði er á margan hátt sérstakt og þessar breytingar sem urðu á því í byrjun vikunar voru svona mjög okkar skapi. Gögn frá leyniþjónustu Hamas-samtökin sem Hamas-samtökin voru mistúlkuð árum saman og Ísraels her var engan veginn í stakk búin til þess að verjast innrás Hamas-samtakana í október 2023. Þetta er niðurstaða rannsóknar sem Ísraels her gerði sjálfur. Ólöf Ragnarsdóttir, þetta hlýtur að vera áfall fyrir ísraelsk stjórnvöld. Já, svo sannarlega, þetta er algjörlega kolsvört skýrsla. Þarna kemur fram að Hamas-samtökin hafi árum saman verið vanmetin og ekki þótt raunveruleg hætta stafa frá Gaza og landamæragirðingin, það kemur til dæmis fram að hún sé svo vel tækni búin að hún ein hefði átt að myndi duga gegn einhverjum árásum en það gerði hún svo sannarlega ekki. Við skulum muna það að þessi árás Hamas-samtakanna kostaði 1200 manns líf og 251 gísl tekin höndum og færð á Gazasvæðið. Þannig að þetta algjörlega markar rosalega djúpt sár í ísraelsku samfélagi og óöryggi að því að þangað til þetta gerðist þá var svona tilfinningin svo að þau væru vel varin en þarna er það í rauninni staðfest sem var svona verið að tala í upphafi að herinn hafi brugðist rosalega seint og illa við og þarna er það í rauninni staðfest að Suður Ísrael var algjörlega berskjaldað og herinn var bara ekki undir þetta búin á neinn hátt. En nú er fyrsta áfanga vopnahlés á Gaza líkur núna bara eftir 2 daga. Já, hvaða áhrif hefur þetta á þær viðræður? Það var eftir að koma í ljós og skulum kannski byrja að segja Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki ennþá tjáð sig þetta því að það er sagt að hann hafi ekki fengið að sjá þessa skýrslu áður en þetta var kynnt fjölmiðlum. En eins og segir, fyrsta áfanga er að ljúka og í gær fóru fram svona síðustu fangaskiptin eða gíslaskiptin, sjáum hvernig það fór fram áður en höldum áfram. Það voru fagnaðarfundir á Gaza og á Vesturbakkanum þegar hundruðum sem hefur verið haldið í ísraelskum fangelsum var sleppt. Þau áttu að fá frelsi í síðustu viku en ísraelsk stjórnvöld frestuðu því þar til Hamas-samtökin samþykktu að láta af athöfnum við afhendingu gísla. Margir lýsa barsmiðum og illri meðferð í ísraelskum fangelsum. أكثر من 150 يوم تقريبا واحنا يعني في أشد الضرب في أشد الإهانة ما شفناش يعني أعطى من هيك معاملة. بمسكوا الكبير في السن وضرب في رقبته طول الليل وطول النهار كله عذاب. 100 höfðu fengið þungadóma, að minnstakosti 46 voru konur og börn. 100 til viðbótar voru tekin höndum á Gaza eftir að stríðið braust út. Hamas-samtökin afhentu í gær lík 4 gísla. Þetta voru síðustu fangaskiptin í fyrsta áfanga vopnahlésins sem tók gildi 19. janúar. Alls hefur Hamas leyst 33 gísla úr haldi, 25 á lífi og 8 lík. A lot of people dead in this war and when we ask our government to do everything to finish this thing. And first thing to bring all of them home. En Ólöf, það mikill þrýstingur á Netanyahu heima fyrir, ekki satt? Eiginlega úr öllum áttum, ekki bara frá almenningi, líka innan ríkisstjórnarinnar og við skulum ekki gleyma því að áður en þetta stríð braust út, þá voru ítrekuð risa fjölda mótmæli gegn hans ríkisstjórn vegna innanríkismála. Þannig að það alveg líklegt að
þessi nýja skýrsla og þessi nýju tíðindi verði til þess að Netanyahu sé enn ólíklegri til þess að vilja samþykkja samninga annan hluta vopnahlésins að því að samkvæmt þessum öðrum hluta ef að næsta semja hann þá á að lýsa yfir endalokum stríðsins á Gaza og það bara Netanyahu í hag að viðhalda þessu stríðsástandi allavega enn sem komið en það sem að gæti gerst að því að viðræður eru bara í gangi núna, það gæti samist framlengingu á fyrsta hluta vopnahlésins en svo það líka bara alveg inn í myndinni að það komi bara til allsherjar stríðs að nýju. En þetta verður að koma í ljós á næstu 2 sólarhringum. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir og við ætlum að snúa okkur þá að öðru. Bandaríkjaforseti hótar að setja 25% tolla á innfluttar vörur frá Evrópusambandinu. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB segir ekki tímabært að ræða stöðu Íslands og Noregs ef brestur á tollastríð. We'll be announcing it very soon and it'll be 25% generally speaking and that'll be on cars and all other things. Þetta sagði forsetinn á ríkisstjórnarfundi í gær hugsanlega tolla á innfluttar vörur frá Evrópusambandinu og hann var ómyrkur í máli tilgang ESB. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. Þessi ummæli Bandaríkjaforseta voru borin undir talsmann framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á blaðamannafundi hér í Brussel í dag. Svarið sem kom var greinilega þaulæft. We believe that the European Union since its foundation has been a boon for the United States. Why do I say that? By creating a large and integrated single market, the EU has facilitated trade, reduced costs for EU exporters and harmonised standards and regulations across all our member states. As a result, US investments in Europe are highly profitable. American companies have been able to invest and generate substantial revenues precisely because the EU is a large, unified market that is good for business. Gil vildi ekki svara spurningum það hvernig Evrópusambandið myndi bregðast við mögulegum tollahækkunum Bandaríkjastjórnar. Það væri heldur ekki tímabært að ræða stöðu náinna samstarfsríkja eins og Íslands og Noregs, hvort þau ríki fengju skjól fyrir mögulegum gagnaðgerðum Evrópusambandsins farið svo að Bandaríkjamenn hækki tolla á vörur frá ESB. Of course there is contact between the EU and our key partners such as Norway and Iceland, but we're not going to go into further hypotheticals from this press room today because we still lack quite an amount of detail on what these potential tariffs will look like and what it will mean in detail for us and how we need to respond, if we need to respond. Verðbólga hefur ekki verið minni í 4 ár og mælist nú 4,2%, en 2,7% ef húsnæði undanskilið. Síðasta ár hefur húsnæði, hiti og rafmagn hækkað og matur og drykkur, en föt og skór lækka. Verðbólgumælingin í dag sú síðasta fyrir vaxtaákvörðun Seðlabankans 19. mars. Ef þau vilja halda sama aðhaldsstiginu þá gæti þetta alveg opnað á líkurnar á aftur 50 punkta lækkun. En þó held ég að sé ekkert endilega útilokað að þau vilji taka minna skref. En þetta allavega eru góðar fréttir fyrir vaxtalækkunarferli, myndi ég segja. Verðbólgan stóð í 4,6% í janúar og lækkaði nú í febrúar umfram spár Landsbankans. Útsölulok spiluðu þar stórt hlutverk. Útsölur á húsgögnum og heimilisbúnaði gengu alveg tilbaka en minna í fötum og skóm. Þessi atriði með útsölurnar það oft þannig að janúar útsölur ganga tilbaka á næstu 2 mánuðum, þá kannski ganga bara örlítið meira tilbaka í næsta mánuði. Þá hafi komið á óvart hve mikið matur og drykkjarvara hækkaði eða 1,1%. Hvað svona framhaldi varðar þá verður svona mögulega aðeins erfiðara að ná henni niður úr þessum gildum þegar hún fer að nálgast 4% eins og núna. Bankinn spáir að verðbólga aukist í apríl vegna aðsóknar Íslendinga til útlanda yfir páskana en að hún muni hjaðna aftur í maí. Þá segir Una ekki endilega viðbúið að nýundirritaðir kjarasamningar kennara einir og sér eigi eftir að hafa áhrif á verðbólguþróunina. Beinu áhrifin af þessum samningi einu sér held ég séu ekkert sérstaklega mikil því þetta ekkert rosalega stór hluti af vinnumarkaðnum. Eins og segi það gætu samt orðið einhver áhrif sem hann smitar út frá sér. Þarna samið aðeins ríflegri launahækkanir heldur voru til að mynda í stöðugleikasamningnum
og þá gæti það alveg haft launaskrið í för með sér, aukið eftirspurnina. Það eru svona þættir sem að gætu gert það verkum að það verður erfitt að ná verðbólgunni svona alveg niður í markmið. Leigubílstjórar á Akureyri mættu Akureyrarbæ fyrir dómi í dag í áralangri deilu 70 ára gamalt hús í miðbænum. Bílstjórarnir segja ekki ósennilegt að einhverjir hlekki sig við húsið verði það látið víkja fyrir nýbyggingum. Það það sem ég finnst eiginlega versta við að vita aldrei nákvæmlega. Fáum að vera eða fáum ekki vera. En það vonandi að komast lausn í það. Það var 2021 sem leigubílstjórunum á BSO var gert ljóst að þeir yrðu að hafa sig á brott af reitnum í miðbænum. Þar ættu að rísa nýbyggingar og þegar útboð yrði samþykkt fengu þeir 6 mánuði til að finna sér nýtt hús. Þeir eru þó enn á sama stað þar sem ekki hefur verið samið við neinnum að byggja þar. Áform niðurrif hafa vægast sagt lagst illa í velunara BSO sem segja að húsið sé hluti af sögu miðbæjarins. En aldrei ætla þetta mál að enda og menn eru svona mismikil orka eftir í tankinu finnst manni en auðvitað vill fólk berjast fyrir því sem að þeim finnst vera rétt sko. Flestir akureyringar hafa eflaust bjargað sér eitthvað smálegt í sjoppunni hjá BSO, svo sem tóbak, síðla, nætur eða lítra af mjólk í kaffið. Starfsfólkið þar segir að það sé mikil traffík í sjoppunni enda engin matvörubúð í miðbænum. Þeim finnst vola þægilegt að hafa sjoppu hérna. Geta skroppið hér og keypt mjólk eða samloku eða eitthvað. Aðalmeðferð í málinu var í héraðsdómi Norðurlands eystra í dag. BSO telur að bærinn hafi ekki staðið löglega að brottvísuninni. En ef það kæmi að því að það þyrfti að rífa þetta, væri ekki erfitt að horfa upp á það? Jú. Ég sagðist nú að ætla að vera eina af þeim sem myndi hlekkja mig við og neita að fara en maður verður kannski bara hífður með lögregluvald í burtu. Bandaríski leikarinn Gene Hackman látinn 95 ára að aldri. Hann fannst látinn á heimili sínu í morgun ásamt eiginkonu sinni, píanóleikarinn Betsy Arakawa. Dánarorsök hjónanna hefur ekki verið gefin upp, en talið að hjónin hafi verið látin í einhver tíma þegar þau fundust. Lögreglan sagði í morgun að ekkert benti til að neitt saknæmt hefði átt sér stað, en nokkrir fjölmiðlar vestanhafs segja aðstæður á heimili hjónanna grunsamlegar. Hackman átti áratuga farsælan feril á hvítatjaldinu áður en hann settist í helgan stein árið 2004. Hann fékk 2 Óskarsverðlaun fyrir hlutverk sín í myndunum French Connection árið 1972 og Unforgiven árið 1992. It's all I ever wanted to do. So few people ever get what they really want in life. You give up a lot in terms of family, and I think you're always in North Africa or Spain or someplace. But it's a make-believe world, and as I say, it's what I wanted to do as a child, and I fulfilled a lot of my dreams. Bakari í miðbæ Reykjavíkur bakaði 6.000 bollur í 2 sólarhringum fyrir pólska bolludaginn. Pólverji segir frábært að halda þessari hefð á lofti á Íslandi. Tłusty czwartek ein þekktasta pólska hátíðin og þýðist á íslensku sem feitur fimmtudagur. Þetta uppáhaldsbolla Pólverja. Hún með rósaberjasultu, appelsínubörk, og glasúr. Feitur fimmtudagur í vikunni fyrir öskudag og markar lok kjötkveðjuhátíðar áður en fasta hefst. Fólk gæðir sér á sætabrauði þar á meðal fylltum bollum sem kallast pączki. Þetta 5. árið í röð sem bakaríið Deig heldur upp á daginn. My girlfriend, she used to work here. She's Polish and she kind of suggested that we should do this because of the huge Polish community here in Iceland. So we just started doing it and each year it's gotten bigger and bigger. I dla kogo są te pączki? No, dla kolegów z pracy, to po pierwsze, dla przyjaciół. No jeszcze tu przyjadę później. They're like a yeast donut, filled and usually just different fillings. The most traditional one is the rosehip jam with the candied oranges on top. Usually
we haven't gotten enough rosehip jam in the past, but this time we got a whole lot more, and we're trying to have them all weekend long. To jest bardzo polska tradycja, myślę, i dlatego też będąc na Islandii warto się wybrać po pączki, tak jak to sam dzisiaj zrobiłem. Tak jak widać, myślę, wiele osób też czeka w kolejce dzisiaj. Í Kastljósinu í kvöld þá eru rætt við foreldrar tæplega 3 ára drengs með sjaldgæft heilkenni. Þau veita innsýn í hversdagslíf sitt en á morgun alþjóðlegur dagur sjaldgæfra sjúkdóma og heilkenna og fólk hvatt til þess að klæðast glitrandi fötum í tilefni dagsins. Svo verður fjallað ævintýri gervigreindar, hvernig menntaskólanemar og tæknivæddar fjölskyldur nýta sér hana. En það sem við höldum mest upp á það veðrið. Það gengur í suðaustan hvassviðri í kvöld með rigningu og hlýnandi veðri en norðaustanlands verður úrkomulítið. Það snýst smám saman í suðvestan 10 til 18 metra á sekúndu á morgun með skúrum og síðar éljum og það kólnar. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Undanúrslit kvenna í bikarkeppninni í handbolta í kvöld. Fram og Valur eigast við í þessum töluðu orðum og Grótta og Haukar mætast seinna í kvöld. Undanúrslit karla voru í gær og þar þurfti að framlengja viðureign fram- og afturheldingar. Heimsmeistaramótið í skíðagöngu hófst í dag með sprettgöngu karla og kvenna og í gær tók Liverpool á móti Newcastle í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Íþróttir hér handan við hornið. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Efling hefur sagt upp kjarasamningi rúmlega 2000 félagsmanna sem starfa á hjúkrunarheimilum. Samtök fyrirtæki í velferðarþjónustu furða sig á fyrirvaralausu uppsögn. Fjármálaráðherra segir enga beina aðkomu ríkisins að samningum kennara við sveitarfélögin. Formaður Sambands sveitarfélaga telur ríkið aftur á móti áhugasamt að stíga þar inn í. Ísraelsher vanmat Hamas-samtökin árum saman fyrir innrásina 7. október og Suður Ísrael var algjörlega berskjaldað. Þetta niðurstaða rannsóknar sem herinn stóð að og birti síðdegis. Ekki útilokað að stýrivextir verði lækkaðir 50 punkta í næsta mánuði að mati aðalhagfræðings Landsbankans. Verðbólga hefur ekki verið minni í 4 ár. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo minnum við ykkur á að Gettu betur klukkan 20:05 þar sem MS og MA mætast. En næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en að vanda má alltaf finna nýjustu fréttir á RÚV.is en við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þegar litið á hnöttinn okkar úr lofti kann það að koma á óvart hve mikið af honum hulið